Hæ, ég heiti Máni og ég ætla að segja ykkur frá einum af mínum uppáhaldsstöðum í íslenskri náttúru. Hann í mínum heimabæ af Sönni Nesk, Neskaupstað og það engin annar heldur en Páskahellir. Já, þið heyrðuð það rétt. Þetta alvöru hellir sem að tengist bæði páskum, sólardautsum og selmegum. Páskahellir staðsettur rétt fyrir utan bæinn. Það merkt gönguleið frá bílaplaninu rétt hjá vitanum yst í Neskaupstað sem liggur út með ströndinni og ofan með björgin. Þar líka stigi niður í fjöruna og þá ertu komin á aðalstaðinn. Þetta svæði friðað og því alltaf hugsa vel náttúruna þegar farið þessa leið. Hellirinn sjálfur eins og náttúran hafi ákveðið að taka listnám. Bergið sorfið af briminu. Þar má sjá bólstraberg, berggangar og holur sem einu sinni voru eftir tré. Miklir skógar voru þar áður, en svo kom hraun og rann yfir þá fyrir, 12 milljónum ára. Já, þetta eldra en amma mín og hún ansi gömul, en fínasta kona samt. Þar líka fullt af lífi þarna. Fuglar eins og fíll, æðarfugl, endur og jafnvel músarindi. Og göngufólkið þá afskaplega heppið að fá svona fallega einkatónleika til að bæta við þessa nú þegar gríðarlega fallega upplifun. En það merkilegasta sennilega sólardansinn. Sagt að á páskadagsmorgun megi sjá sólina dansa í hellinum og á hverju ári stendur ferðafélag fjarðamanna fyrir gönguþangað til að sjá þetta með eigin augum. Ég hef aldrei séð sólina dansa, en ég sá pappa einu sinni detta niður stigana á leiðinni í Páskahelli. Það var nú ansi flotti dans. En þó að staðurinn sé gríðarlega fallegur og virtur hefur hann einnig fræga sögu á bakvið hann. Sagt að bóndinn á Bakka hafi verið á röltinu þarna einn góðan veðurdag og hitt selmeyju í hellinum og stolið hamnum hennar. Þau giftust og eignuðust 7 börn. Hún hvarf svo aftur í hafið þegar hún fann haminn sinn. Ég segi bara, ekki stela af selmeyjum, það endar alltaf illa. Páskahellir magna dæmi hvernig einn staður getur tengst bæði náttúru, hefðum og skemmtilegum sögum. Þarna hægt að sjá náttúruna, upplifa íslenska jarðsögu með berum augum og jafnvel smá töfra. Og ef þið einhvern tímann leið Austfirði, kíkið á endilega á fegurðina sem Páskahellir í Sönni Nesk. En hei, passið ykkur bara á briminu og selmeyjunum. En hei, takk fyrir að horfa og gleðilega páska hvernig sem þið farið í Páskahelli.